Það vel kannski ansi torsóttur sigur hérna til Ólafsvíkur. Já, við bjöggum okkur undir það. Víkingsliðið feikilega öflugt lið, mikil gæði í þessu lið. Þetta vel þjálfað og skipulagt lið og erfitt viðureignar og líkamlega sterkir og fullt af leikmönnum sem geta svona meitti ef maður orðaði það þannig og við undirbyggum okkur þannig fyrir þennan leik og svo þetta alltaf á þessum ástíma áskorun. Mér finnst völlurinn svona betri en ég átti jafnvel von á og þeir eru búin að vinna vel í þessu hér Ólafsvíkingar að undirbúa völlinn og þannig að inn á milli tókst liðunum bara mjög vel að láta boltan ganga með vellinum og spila fótbolta og mér fannst við ná góðu jafnvægi það káringar í dag að vera þéttir, gefa ekki færa á okkur og svo inn á milli fá boltan niður og láta hann ganga kanta á milli eins og við erum góður í og náðum þannig svona eilitlum tökum á leiknum þó að það væri ekki þannig að við hefðum einhverja yfirburði í þessum leik en mér fannst við gera þessa hluti vel og kannski þess vegna fjall þetta með okkur. Atvikarni í seinni hálfleik sem að mark var dæmt af Ólsurum og þeir ekki sáttir, hvernig blasti þetta við þér? Mér fannst góðu dómari leiksins vera mjög fljótur að dæma hann, ég var alveg rólegur og mér sýndist það svona frá bekknum séð Þorsteinn fara inn í Stefán verið að reyna að ná til boltans en það nú kannski dæmi það, þeir sett okkur undir mikla pressu með nokkrar mjög hættuleg horn og voru líklegir með marga sterka leikmenn sem á endanum að þessu. Það bara átt á Evrópusæti og einu umferð eftir, þið eruð á heimavelli, hvernig blasir þetta svona við þér síðasta umferðin? Já, við stefndum að þessu að síðasti leikurinn í mótinu myndi snúast það að geta unnið okkur rétt í Evrópukeppni og það hefur nú tekist, þannig að síðasti leikurinn mun snúast það og það fyrir okkur bara úrslitaleikur og